Í dag ætlum við að fara betur í gegnum rafkerfið í vélasalnum. Það merkt 18VS og það þannig að við náum í skjalið sem undir efni og það svo að því að við hafa að hreina hvað skjal við erum að nota í þessu. Þetta heimaverkefni, verkefni staðnám, sjá. Það undir kaflanum heimaverkefni rafkerfisskipa 18VS og 18RK. Ég bara búinn að opna fyrir þetta. Þetta verkefnið með öllum myndum 18VS pluss myndir. Skjalið sem ég búinn að opna fyrir hér. Svo að við vitum nákvæmlega hvar við þurfum að ná í þetta skjal. Og þá eru sem sagt hérna fyrir ofan myndir sem að snúa svona eðlilega, rétt fyrir okkur. Og þær að finna hérna rétt fyrir ofan þennan kafla undir heimaverkefni staðnám teikningarlestur og þar eru allar teikningarnar. Reyndar verkefni hérna efst uppi með, ekki með öllum myndum inni sér eins og hérna fyrir neðan. Þannig að það kannski þægilegra fyrir að hafa allar myndirnar með í verkefninu svo við getum flett fram og tilbaka. Það þægilegra. Og þá skoðum við verkefnið sjálft. Hvað höfum við hér? Við vorum í síðasta tíma aðeins byrjaðir að ná í þessi tákn og við erum að fara í þennan lið sem hérna nummer 1.1 að teikna eitt tákn fyrir hverja gerð íhluta sem talin upp í efnislista í töflu 16.1. Og þetta kafla 16.1 hérna og við fengum þessi tákn á mismunandi stöðum. Einlínu myndatáknin, þessi hérna Q1 og Q2, þetta við úr einlínu myndinni. Ég ná ekki hérna einlínu myndina hér. Já, hérna. Hérna Q1 og Q2, það alveg eins táknin í einlínu myndinni þar. Og síðan höfum við fyrir mótorverkinguna. Það þá hérna mótorstýrður rofi og undirspennuspóla í afrófan fyrir rafaða 1. Hérna. Og það það sem við setjum inn í töfluna. Tökum þetta bara með snipping tool og skellum þessu inn í verkefnið. Þá eru þessi tákn fyrir undirspennuspólu hér og fyrir mótorinn hérna. Og síðan landtengingarrofinn hérna Q3, hann líka í einlínu myndinni og fasalíkslarinn, hann í einlínu myndinni og allir álagsrófarnir sem hérna með sýndir með yfirráðsvörn og reyndar landtengingin líka sýnd með yfirráðsvörn, það eðlilegt. Og það þetta hvorttækja og öll þrjú hérna táknin tekin úr einlínu myndinni hérna. Það sem sagt, það Q3, landtengingarrofinn og fasalíkslarinn hér fyrir neðan og svo sjáum við hérna sem við eigum eftir að setja inn seinna, það landtengingarspennirinn og svo hérna kapallinn og klóinn sem fer í tengil á bryggjunni. Og þá skoðum við þetta áfram og undirspennuspólurnar eru náttúrulega líka í þessu rófum. Þannig að við spjöllum undirspennuspólutáknin á alla þessa staði. Og hérna bara mismunandi stærð af rofa. Þessir Q4 til Q7 þeir voru 40 ampere en Q7 hérna
já, Q8 og svo framvegis, þeir eru með 75 ampera merkingu. Þannig að þá fæ ég hérna mér snipping-túl og tek þá stærð með. Í sjálfu sér þetta sama táknið, það breytir engu þó að það sé svona, en það er allt í lagi ef tími er til þess að stilla þessu þá svona. Þá er það bara með annarri straummerkingu. Síðan kemur hérna volt, snarar, og það er S1 sem er fyrir rafal 1, S4 fyrir rafal 2 og S16 væntanlega fyrir landið eða hvað, við þurfum að skoða það. Við sjáum S1, S4 og S16 hérna í töflunni. Hérna er S16, já, hann er til þess að skipta á milli, já, hann er til þess að skipta á milli, já, fasa, og hérna er spennumælirinn, til þess að mæla spennuna, sem sagt milli fasa frá landi, til þess að sjá hvort allir fasar eru inni til dæmis, áður við tengjum landið við skip með Q3. Og svo eru við hinnir, þeir eru hérna, voltsnarinn hérna, það var S4 fyrir rafal 2 og S1 hérna fyrir rafal 1, þetta er voltsnarinn. Og já, þá tökum við bara mynd af þeim eins og að koma fyrir í teikningunni og þá er bara táknið af þeim. S1, þetta er hérna, við getum átt hann hér. Það er ekkert að taka þá alla, þeir eru alltaf alveg eins. Svo við tökum bara vaðsnara merkinguna hér og setjum á þá, já, þetta er eins og eitt ampere alltaf. Já, það er vaðsnara hérna, ok. Og síðan kemur hérna fjórapólar ofar, það er S2 og S5. Og hvað skyldi það hafa verið? Þá skulum við líta á teikningar S2 og S5. S2, já, þetta er til þess að skoða útleiðsluna. Þetta er til þess að víxla á milli fasa til að kanna hvort það er útleiðsla einhvers staðar. Þá náum við í það. Það er hérna við hliðina. Og færum það hérna inn á S2, hann er hérna og S5 er þá alveg eins. Fyrir rafala 2, hérna við hliðina, S5 er alveg eins, það passar. Og hvað er þá næst hjá okkur? Það eru ampersnarar. Það er S3, S6, S17. Þeir eru allir eins. Það náum við í S3. S3 er þá hérna til dæmis ampersnarinn og nægir það í það með snipping-túl. Svona. Svolítið meira sem kemur með þarna, það er að hafa það. Þetta er ampersnarinn og síðan er ræsi og rofnappur. Þetta er hins vegar kannski, já, þá náum við í gömlu táknin hérna. Ræsinappur til dæmis hérna S7, S8. Já, það er kannski ekki tekið fram hvaða, jú, S7 og S9. Já, það eru ræsinappar, já, akkurat. Þá getum við náðið í það. S7 er hérna, til dæmis. Og þá
náum við því. Þetta startklofi. Þetta eftir gömlum staðli. En það getur verið að við náum þó, þetta ekki svo gamalt, þetta eiginlega alveg eins og í dag, nema að það eiginlega ekki hérna svona hringir fyrir tengingar. Og byrjum við var ég búinn að smella hérna á copy og yfir í hnakkur og rofhnakkurinn, það stopptróðinn í rauninni, hann kemur þá á næstu síðu og það þá rofhnakkurinn, hann hérna. Þá rífur hann strauminn, stopptróðinn og copy og fáum hann hér. Síðan voru þessar hraðastýrli hnappar, bæði fyrir spennustillinguna og fyrir hraðan. Þetta eru stillimótstöður sem við náum í á netinu. Ég fór í það aðeins síðast hvernig við næðum í þetta. Og variable resistor getum við leitað eftir. Þá færum við hérna í Google og myndum skrifa hérna variable resistor symbol. Og sem sagt við erum með ESC-táknin, við notum þau aðallega, til dæmis eins og þessi tákn hérna, að þá myndum við taka þetta hér, variable resistor, svo myndum við bara minnka það mikið niður að við myndum sleppa með þetta inn á myndina hjá okkur. Og copy og inn í verkefnið og þá næ ég því hérna líka. Þá bara get ég minnkað þetta. Svona. Og þetta geta að trufla neitt. Þetta alveg sama táknið eins og við sjáum og ég notaði síðast. Ef ég tek copy af þessu, já, þá þetta líka hérna. Já, þá það stórt. Og þá var það næst þessi samfösunarvíxlari. Þetta er númer S15. Sjálfsagt þurfið þið einhvern aðeins lengri tíma til að finna þetta hér og koma þessu fyrir. En síðan höfum við hérna samfösunarvíxlara. Þá höfum við hérna yfir í samfösunarvíxlara sem hér, þessi S15. Hann þarna tengingu 6 og við náum í það tákn. Þarna erum við að velja þann rafala sem á að tengjast inn. Við þurfum ekki að taka neitt rosa stórt. En það sjá að við erum að víxla hérna á milli tveggja innkomandi rafala. Þannig að þegar annar rafali er kominn inn á netið, þá þurfum við að skipta yfir á þann rafala sem ekki kominn inn á netið, sem ætlum að fara að passa inn á. Og það þessi sem gerir það. Einhver spurning? Þar fannst ég hérna S1, S4, S16. Það aðeins ofar. Já. S1. Við verðum ofarlega, býtum við. Myndirnar að skikja yfir þetta. Þetta ekki hvað, skal við sjá. Já, hérna var þetta. Þetta fór yfir. Hérna þetta, já.
Þetta hérna, S1, S4 og S16, þetta á eins og mynda af rafala 1 sem er hérna. Þetta hérna S1. Þetta snari, þetta skiptirofi til þess að velja að mæla milli fasa, mæla spennu á milli fasa. Og ertu búinn að, þessar myndir eru náttúrulega líka í skjalinu, þannig að þú getur náðið þessa mynd, þá snúið á hlið, þá þetta, en annars, þú veist hvað við náum í, ekki þessar myndir sem að snúa svona. Já. Flott. Ertu þú komin með þetta? Já, mér sýnist að bara verið að segja, þú veist, að S1, S4 og S16 eru bara allir eins. Já, það allt sama táknið, já, það bara svona. Okay. Og þannig það líka með næstu 2 spurningar hérna fyrir neðan. Með S2, S5 og S3, S6 og S17. Já. Ég ætla þá að halda áfram að fara yfir þetta hérna og þið eltið mig bara hægt rólega og stoppið mig af eins og núna þegar það á því að halda. Og til að finna neyðarstöðvun, við vorum með verkefni inn á innu sem var raftákn sem að þessi neyðarstöðvunar hnappur sýndur. Við getum fundið hvar hann í teikningunum hérna, hvar hann staðsettur. Það rauninni hérna á, hvert fór taflan hérna. Hérna þessi S18. Það var neyðarstöðvunin, bara allt í lagi að hafa hann með hérna eins og hvers konar rofi þetta við skulum líka taka hann. Þetta var fram á taflunni, S18. En þetta í sjálfsög ekki táknið fyrir hann. Bara svona að hafa S18 líka með hérna, neyðarstöðvun, kannski allt í lagi að hafa það hérna til hliðar. Leit svona út framan á töflumyndinni. Og við skulum finna núna skjalið inn á innunni sem þess að við getum notað, eða kannski fara bara inn á innuna aftur hérna við, já. Og fara undir efni aftur hérna. Og það ætti að vera, sem sagt, svona verkefni. Þetta sé ekki inn í þessu, eða þó, jú, hérna tákn í rafteikningum. Þetta í kaflanum heimaverkefni rafkerfi skipa, 18AFS og 18FH. Og þetta hérna tákn í rafteikningum laust. Hérna sjáum við það. Við skulum ná í þetta. Hér sjáum við ýmis tákn sem við komum til með að þurfa að læra og sumt af þessu lærðum við í áfengunum sem eru undanfarar. Og hér neyðarstöðvunarrofinn og þá
getum við tekið annars print screen af þessu eða tekið táknið og það er betra að nota snipping tool sennilega til þess að ná þetta tákn. Það er mist að skilja sér alveg svona. Náum í þetta hér með að stöðuna rofin undir tákn hérna á ilmi og þá lítur hann út svona. Það er bara myrkvar aðeins hérna niður. Svona. Þetta er sem sagt normal closed snerta hér og þegar við þrýstum á þennan svepp hérna þá hreyfist búnaðurinn til og þessi rampur hérna hann fer innan við hakið hérna helst þar inni. Og þá þarf maður ýmist að toga þetta út eða snúa þessu eða snúa lykli inn í svona neðanstöðunarrofa eins og þetta ekki. Endurskipunarhnappur, síðan S13 og S14, þeir eru til þess að endurskipa aflrofana, rafarofana og það er líklega normally open. Ég gæti trúað því. Ég held að ég hef farið og gáð að þessari snertu en ég var ekki lengur hvort að það var merkt 13 og 14 eða 3 og 4 þá var það normally open snerta en ef það væri 1 og 2 merkt á þetta þá var það normally closed en við minnir endilega að þetta hafi verið normally open snerta og þá nægir í þessu verkefni hér að þetta er bara þrýstirofi með normally open snertu og við getum náð í táknið hvar þetta er að finna í teikningunum líka. Það er bara í svona rofa og fer yfir í verkefnið. Ég geta kannski aðeins hérna svona og setja þetta endurskipunarhnappinn. S13 er þá S13 er hérna fyrir rafaða 1 og S14 fyrir rafaða 2 og líklega er þetta bara táknið sem við höfum hérna í þessum teikningum. Því að þetta kemur líklega ekki fram annars staðar, svo ég finni. Það lítur það bara svona út, þessi og fer aftur í verkefnið og læt hann koma hérna fram. Þetta er eins og það lítur út framan á teikningunni. Og væntanlega gæti þessi endurskipunarhnappur verið einhvers staðar þessu en hann er ekki hérna inn á þessa teikningu. Hér er í rauninni bara verið að sýna ræsinhnappinn S2 og stöðunarhnappinn S1 hérna. Þannig að endurskipunarhnappurinn hann kemur ekki hér fram. Það vantar hérna þessa mynd. En allt í góðu lagi, hann er hérna S13 og S14 svona lítur þetta út framan á töflunni og við látum það duga að þessu sinni og ég leiðrétti það þá seinna ef að þetta er einhvern veginn öðruvísi. Ég get kannski líka kannað það hvort að ég er með þetta list hér. Nei, það er ekki búið að, það er hérna. Hér er normally closed snertað sýnt til endurskipunarhnapp. Hvort að það er alveg tryggt, ég veit ekki, það verður að koma í ljós. Ég ætla að reyna að gá aðeins út í Jörasal eftir. Og hérna höfum við síðan rafaðavarnir F1 og F2 og þá fórum við inn í það
Rafaldavatn er hérna á F2 og þetta kemur alltaf fram hérna hér. F1 er hér sem varnarbúnaður og þá er þetta bara kassi sem er sýndur svona. Tökum þetta svona og þetta lítur alveg eins út. Svo að sjáum sem sagt að það sem kemur hérna neðan á þetta er eftirvöf straumspennana sem að fer í gegnum þennan varnarbúnað og síðan er tengt inn á það líka spennur frá þessum öryggum hérna. Það fer inn á varnarbúnaðinn og við fáum hérna táknið hér fyrir neðan og þetta er bæði fyrir rafal 1 og rafal 2. Rafal 2 er þá eftir F21. Og þá höldum við áfram hér í var, hús og vör. Þetta er alltaf sama, náttúrulega. Ég get þess vegna farið og náð í það hérna fyrir neðan. Þannig að, já, F2, hann snýr. Já, þetta eru lítil, þannig að ég get farið í það hérna megin. F2 og svo framvegis, það eru þessi hér. Það eru 10 ampere, en þá að ég get að stefningi úr og ég taki hérna neðsta öryggið, 10 ampere öryggið og fer yfir í verkefnið með það. Set það hér. Sennilega sama með F23, F4 og F5. F3 líka, já. Það er eiginlega bara 2 ampere. Ok. F22 er hérna. F23 er hér, það er 2 ampere. En þessi eru 10 ampere, þannig að þetta er ekki alveg sama. Og þannig að við skulum sjá, hérna hefum við bæði 10 ampere og 2 ampere. Þannig að þau eru alveg eins. F6 og F7 var, hús og vör. Það er kannski réttar að setja 2 ampere var líka hérna. Til að það snýst á svona. Ok. Þá hérna, já, þá get ég alveg þráið það hérna í þessu hér. Þá lítið það út svona. Og það er þá nóg pláss, syns mér þarna í dálkinn, þannig að ég get sýnt hvernig F3 er til dæmis. Ég átti komin hérna á, þetta sem að sjá. Og hér hefum við það. Og F3, hann er þá nei, það var hérna niður. Já, ok. F3 og F23, það er tekið að sér. Já, ok. Þetta er mál, þannig að þetta er þá rétt svona. Þetta er bara 10 ampere. Síðan var F6 og F7. Hvar finnum við þau? F6, hvað er F6 og F7? Hérna er F6 og F7 líka hér. Nú, þetta er líka bara 10 ampere, þannig að þetta ætti nú eiginlega að vera með í grúppunni eða það. Eða kannski, það verður of löng upptalning, sannlega. Þetta er F6 og þá sjáum við þau hérna
F6 og F7 er það alveg eins. Og F3 og F23, það er þessi hérna, tveggjampera. Og síðan skammhlaups og yfirströmsvörn F31. 31. Já, þetta í sambandi við landtengingu. F31. Já. Og við fáum það nú sennilega bara hérna það hérna inn í þessu hér, en líklega náum við ekki þessu nema hérna. Hérna sjáum við merkinguna á þessu. Þetta í Q3, F31. Þannig að við skulum bara taka hérna þessa mynd og síðan skulum við sýna hvaða búnaður þetta. Hvar finnum við myndina af þessum búnaði raunverulega? Copy. Þegar það var á yfirlitsmyndinni af töflunni, finnum við þetta þá, F31. Og setjum það hérna, kannski hérna til hliðar og förum svo yfir í verkefnið okkar fyrir tákn og þetta hérna þriggja fasa yfirálasvörn svo að við náum í þetta tákn hérna. Aðeins að minnka þetta örlítið. Svo það gæti líka verið þessi hér. En það bara að tala um þessi yfirálasvörn svo að við skulum ná í það. Það var það bara einfalt. Þessi rauða stjarna þarna inni sem þetta vera. Þetta úr forriti sem þetta úr Precision Schematics forritinu sem við notum í skólanum. Bara láðst að taka það sem stjörnu í burtu. Og þá táknið hérna. Nú, skammhlaups líka. Skammhlaups og yfirströmsvörn. Já, þetta ekki nóg. Þetta ekki nóg. Ég ætla að ná í táknið sem við eigum hérna. Hér nefnilega skammhlaupsvörnin sýnd hérna í sama tækjunni og síðan þessi lína út úr táknunum sýna í rauninni bara mekaníska tengingu yfir í snertu. Snertan ekki sýnd. Og þannig að þetta svona almennt tákn fyrir það fyrir ofan yfirálasvörn og fyrir neðan skammhlaupsvörn. Stundum táknið hérna meira en, tvisvar meira en fyrir skammhlaupsvörnina. Þannig að þetta rauninni táknið sem það rétt fyrir þennan stað. Hérna. Skammhlaupsvörn og yfirálasvörn eða yfirströmsvörn. Og þá bara þessi gömljós. Við erum náttúrulega með alls konar myndir af þeim í verkefninu líka úr teikningunum. Og það eru hérna eins í hér, til dæmis hérna H1, ágætismynd, þetta gömljósi. Það hérna þetta ljós hér, til dæmis. Það í merkinguna með, líklega vil ég bara taka hana með á einn og hoppa yfir í verkefnið
H1 til H22, þetta er allt sama táknið. Svona, síðan kemur það straummælir og hann er til dæmis hér. Og það er hann hérna inn á. Og getum við afturströmmur. Hvað er þetta? Ok, já, hérna reynir ég bara að taka sömu stærðina, kópera hann bara aftur og síðan er, já, það datt hérna niður fyrir og táknið og síðan kemur spennumælir. Þá nægir ég þennan hérna bara því að hérna er mælir til þess að mæla útleiðslu. Hérna er spennumælir og þetta er akkúrat þess að mæla spennu milli fasa eða frá fasa yfir í 0 eða það sem er. Hérna. Og síðan er tíðnimælir. Þá er eitthvað sem það segir hérna hertz hér. Og förum við það hérna. Og síðan erum við með kílówattmæli. Já, það er sem ekki sýnt öðruvísi en svona. Þetta er búnaðurinn sem að þá er tengdur hérna 3 straumspennar inn í jafnvæginn og við fáum allar 3 spennurnar hérna inn á hann. Þannig að ég held að það sé réttast bara að taka þetta hérna. Þá að þetta sé ekki svona hefðbundin tákn, þá getum við sagt að ná í annað tákn eða sett þetta hérna og ná í útlitið af töflunni hérna og ná í þennan hér. Já, það er kannski réttar að hafa þetta þá tökum þennan hérna, kílówattmælinn eins og hann lítur út, töflunni og það er kannski heppilegra að hafa hann hérna, þess að þennan og hafa þennan þá, já, hann má vera hérna hér og ég minka þennan aðeins, svona. Og það sama er hérna fyrir neðan. 2 rafmælar, ég skil ekki af hverju það þarf endilega að vera með 2, jú, það er náttúrulega 2 rafmælarnir. Og útleiðslumælar, það er þá ekki merkt. En við sjáum táknið af þeim að það er hérna, sko, þeir eru ómerktir, þannig að það séð við þó þetta er með merkingu. Við sjáum það taka
myndin á þessu hérna og setjum við hérna á og hérna, já, í staðinn fyrir þetta sko. En kannski aðeins það, ég myndi nú kannski segja, já, bíddu nú við, að því að þetta var merkt bara sem vaff-mælir sko. Það er svona, hérna, var ekki með hvað ætti að kalla þetta nákvæmlega, útleystumæli, hvort það er rauninni spennumælir eða hvernig á að tákna, það er ekki verið svona alveg á hreinu. En við sjáum hérna erum við með snaran, það er mæling til jarðar og við höfum hérna útlitsmyndina af honum hér og hér er sem sagt, hann er hérna í miðjunni, hann er bara merktur sem vaff og það er kannski ekki alveg, þetta er ekki spennumælir þannig að sé beint því að hann sýnir okkur viðnámið, einangrunar viðnámið frá hverjum fasa út. Það er svona reiknað út og sýnt á mælum. Og við förum í þá mæla seinna við varðandi varnarbúnað í ráðunum í síðustu áhuga. Þannig að við látum þetta liggja á milli hluta. En þetta er útleiðslumælinn. Og samfærslunarvísirinn H22, hann er hérna í samfærslunni, samfærslunarvísirinn, hann er þá hér og framan á töflunni er hann sýndur hérna H22. Já, það er þessi hér. Þetta er samfærslunni hérna. Þetta er samfærslunarvísirinn. Það er sama táknið hér. Og hér. Þannig að við getum tekið aðra hvora myndina, það skiptir ekki máli. Og þegar að vísirinn bendir beint upp, þá erum við með rétt augnablik. Það er þessi samfærslunarvísir sem við erum að vinna með hér. Og fasaraðarvísir, eða fasaraðarsjá, það er þessi hérna til þess að sjá hvað er frá landi, hvað er hérna fasaröðun frá landi áður við setjum landtenginguna inn á kerfisskipsins. Það þarf að vera rétt fasaröð og þá náum við í þessa hérna mynd til að sjá réttan snúningsátt hér, fasaröð. Fasaraðarvísir, já. Svo var tvöfaldur spennumælir, tvöfaldur tíðnimælir. Það er allt saman líka í samfærslunarbúnaðinum. Það er hérna, tvöfaldur spennumælir, tvöfaldur tíðnimælir. Já, byrjum við, setja á villarinn stað. Og tvöfaldur tíðnimælir. Hann er hjá okkur hér. Og svo koma straumspennarnir. Tákna straumspennu, T1, T2, T3, T4. Þetta er alltaf sama, þannig að með T3 til dæmis og ef við förum inn á
T1 hérna til dæmis. Við getum svo sem tekið það allt inn. Þetta er alveg nákvæmlega eins allt saman. Hvort að við látum þetta duga, já, allir það ekki bara. Þessi er forvað eftir það. Það er gott að sjá hvernig þetta lítur út. Nú reyna að finna áttur því, hvernig við förum að því. Hérna er svo T1. Hvernig er það alveg eins? T4 og rafliðið líka, já, ok. Það er síðast. Og fyrir T2. Já. Ætli það sé ekki þá T21 og T3 er hérna. Hvað var talað um T4? Já, það sé þá ekki landtengingarspennirinn. Við skulum gá að því hérna. Það er ekki merkt hérna. En T4, ég veit ekki betur en að það ætti að vera það. Ég ætla svona rétt að sjá þetta hérna. Náinn T2, hann er reyndar merkt þá T21 og hann er þá alveg eins. Það er verið að meina það hérna. Og já, hérna stendur landtengingarspennir T4. T3, hann er alveg eins hérna. Og þá bara ná í hann. Þá leystist það. Og það er ekki svo vegi að þeir eru bara allir eins, þessir. Nema landtengingarspennirinn, hann er sýndur hér í einlínumyndinni. Og það er kannski gott að taka hérna spennumerkinguna með að forvarið 380 volt og eftirvarið 220. Og við getum kannski bætt við þetta landtenginguna eða kló-landtengingu. Svona. Og bara búnaðinn sem að fylgir, því að það er hérna í þessum dálki hérna eru fylgihlutir. Þá kannski eftir lagi að setja klóna og kapalinn hérna til hliðar í fylgihlutin. Skoðum það og þá fáum við hérna, já, við getum tekið þetta frá honum hérna. Þetta er kannski aðeins svo mikið. Ég tek þetta bara ekki að það. Svona, og þá sjáum við hvort að það sleppur ekki hérna og kannski getum við merkt það líka hvað þetta er. Landtengingarspennir og þá segi ég hérna og kapall.
sem fylgihlutur. Þessi brotalína hérna sýnir það að þetta það sem innan brotalínunar, það innan skipsins fyrir innan borð og svo þetta hérna innan breykju og klóin hérna. Skrifa hérna kló til skýringar og þá þetta hérna kapallinn. Og þetta hérna landtengingarspennirinn. Og síðan það rafliðinn. Hann það var 31, það var þessi hér. Hann verja það að við setjum óvart of mikið álag á landtenginguna. Hann tekur allt álagið út, þessi K30. Svona. En það á næstu síðu og það engin sérstök, ekkert sem fylgir honum í sjálfu sér. Og svo þá erum við með þetta svona síðasta liðin. Nema fylgihlutur getur verið snert á honum. Já, það var ekki svo vitlaust. Snerta úr honum, sem sagt K31. Hérna snerta. Þetta erfitt að ná henni, en þó við getum bara aðeins þetta samt hérna og það hérna snertu númerin með sér hérna með og bara svona rétt að taka að þessu hérna. Taka örlítið að þessu sem átti koma með. Svona. Yfir í börn. Þá þetta fylgihluturinn hérna snertan. Snertan úr K31 sem að tekur, ok, það fer þarna upp í, ok, svona. Snertan, hún rífur strauminn af álaginu. Svo að ef að landtengingin í gangi, já. Landtengingin í gangi, Q3 inni sem sagt. Það þá spenna á undirspennspólunni frá Q3-ur. Það þarf að vera spenna á henni. Slökkt á rafalofa 1 og 2, báðir rafalarnir úti, G1 og G2 eru úti og þá spennan hérna niður á K31 og hann tekur úr sambandi álagið hérna. Bæði álagið hérna sem sagt frá Q4 upp í Q7 og Q8 upp í það líka hérna K30, það önnur snerta hér, tekur álagið af öllum. Og álagið hér hérna sem sagt. Það ekki hægt að setja þessa rofa inn. Getum ekki sett neitt álag á rafana þegar landtengingin inni. Þá það bara spurningarnar sem eru næstar, svara þeim. Þannig að þetta búið. Og þá byrjum við hérna að telja mæla sem eru hér. Og förum við það.
sjá hvort það eitthvað hér. Það eru þessir mælar taldir upp. Það eru spennumælir, straummælir, tíðnimælir og afmælir og útleiðslumælir í töflum fyrir hvort rafal. Já, kannski það setja þetta á og sjá svona. Já, getur verið með, ég ætla ekki að þetta alla, ég ætla bara að hafa þessa og þetta eru allir mælarnir sem við þurfum fyrir hvort rafal. Og svo er spurt hvaða hlutir eru eftir S7 og S8. Það eru ræsinappur og S7 er ræsinappur, S8 er rofnappur. Það er að tengja og aftengja rafala við safnteina. Svona. Og síðan kemur hérna hvaða hlutir eru merktir F1 og F21 á teikningunum. Hvert er hlutverk þeirra? Þetta sjáum við hér, F1 og F21, þetta er fyrir varnarbúnaðinn. F1 er fyrir rafal 1 og F21 er varnarbúnað fyrir rafal 2. Svo að þetta er þá yfirrafalsvörn og skammhlaups-vörn og inn í þessu er líka bakvaxvörn. Hlutverkið er að slá út rafala af safnteinum ef það verður yfirrafal eða skammhlaup. Og síðan er hérna hvaða hlutir eru merktir H1, þessi gömljósina, hvað er hlutverk þeirra og þetta er svona, já, sýna stöðuna á ýmsum, hvort það rafal er inni eða úti og svo framvegis. Það er gömljós, sýna hvenær viðkomandi hlutir eru inni. Og þannig að til dæmis ef rafal 1 er inni þá er merkt framan á töflunni, þá kemur viðkomandi ljósið og sýnir þá snerturnar á rafalanum tengjast inn á samtennuna. Það þýðir það í rauninni. Þetta eru sem sagt þessi gömljós sem að auðvitað getið talið upp nákvæmlega hvað hvert og eitt er að gera, er að sýna og það er hægt að, já, þá þyrfti ég að vera með myndirnar úr vélasanum til þess að vera alveg viss hvað ljós sýnir hvað. Og ég heyrist nú að það sé einhver vél í gangi út í vélasanum núna, þannig að já, vonandi ég geta gert eitthvað í varðandi það. Hér í 1.6
hvaða hlutverk er einn á teiknibóli og hlutverkið, það er spennustilling mótstaðan. Ekki með, það er reynd sko. Þetta er spennustilling mótstaða og hlutverkið að stilla spennuna sem kemur frá rafanum. Það hefur áhrif á spennustillinguna. Og það er haft áhrif á spennureglun, eða spennustillinguna, til þess að auka eða minnka segulmögnunarstrauminn og þannig er hægt að jafna út launaflið á milli rafala. Ef engin sjálfstýring er fyrir hendi. Það er engin sjálfstýring á því út í vélasalnum hjá okkur, en umborð í skipum er væntanleg svona stýribúnaður sem reynir að jafna launavægi líka á milli rafala. Þannig að það gerist líka sjálfkrá. Og síðan er næst hvaða hlutverk er S11, hvað er hlutverkið. Og þetta er svipað, þetta er líka stillimótstaða, hraðastjórnunarhnappur sem sagt. Og það er að stjórna, hafa áhrif á ganghraða. Þannig að við getum til dæmis stillt snúningshraðann áður en við fössum saman og líka fært álag á milli rafalana. Þetta hefur áhrif á raunaflið sem rafalinn er að framleiða. Þannig að þá notum við hraðastjórnunarhnappinn til þess. Og síðan hér að hlutverkmerktur S13, þetta er endurskipunarhnappurinn. Á rafala nr. 1, það er S13 og hlutverk að setja rafalrófan aftur í núllstöðu eftir að yfirráðsvörnin eða eftir að rofinn hefur farið í kriststöðu. Það getur verið ýmislegt, það er yfirráðsvörnin, getur verið baðkapsvörnin, getur líka að slegja hann út og þannig að þá er hægt að setja rafalinn inn aftur þegar er búin að endurskipa að setja rofan í núllstöðu. Þá er hægt að setja rafalinn aftur inn á. Eða fasa hann aftur inn eða eitthvað slíkt ef það er í gangi. Og í 1.9, hvaða hlutverk er T1? Hvaða hlutverk er þetta? Þetta er straumspennir. Skoðum það. Þetta hérna, þetta er táknið fyrir straumspennana, sem sagt þeir gefa ákveðið lítið brot af straumnum sem fer hérna í aðalkaplinum hérna frá rafalanum. Það er eftirvarið sem gefur okkur bara brot af straumnum inn á varnarbúnaðinn, straummælinn, aflmælinn og fleiri hluti hérna, kóskímælinn. Þannig að straumspennunin er með ákveðið hlutfall hérna sem getur verið 300 ampere í forhafi og 5 ampere í eftirhafi. Og þannig að hann lækkar strauminn hlutfallslega. Þann straum sem rafalinn framleiðir. Þannig að við getum mælt strauminn. Þetta eru svona mælispennar. Þetta eru spennar til þess að geta tekið straummælingu. Við getum ekki verið að fara með allan strauminn í gegnum mælitækin okkar. Þess vegna notum við svona straumspennu.
og hámarksstraumurinn í eftirvæðinu er oftast 5 ampere. Nú, 10, hvaða hlutur er vektur n á tengingu 16.3 og hvert er hlutverk hans? Þetta er mótordrifið í afrófanum. Og hann hreyfir þessa bylgræna hluta afrófans, þessi mótor. Síðan erum við að telja upp mæla og búnað sem tilheyra samfössun á þessum tengingum hérna. Skýra hlutverk hvers þáttar. Við höfum hérna samfössunarljós til þess að sjá hvenær fer að nálgast að við séum að fasa saman og sjáum líka á þeim hvort að rafalinn er í aðeins á aðeins hærri tíðni sem sagt, eða er að koma inn á sem framleiðandi en ekki sem álag. Því að já, og sjáum þetta náttúrulega líka þannig á augnabliks samfössunarvísinu sem að sýna augnablikin. Svo höfum við sem sagt fyrir utan samfössunarljósin, þá höfum við tvöfaldan spennumæli sem sýnir spennu safnteina á rafala og tvöfaldan tíðnimæli líka. Samfössunarvísinn sem að sýnir nákvæmlega hvenær rétta augnablikið er. Tíðnimælirinn er hérna líka. Og þessi hérna hvort það er snúningsátt, það er meira fyrir landtenginguna. En þetta er líka á þessum stöðum, en þetta er ekki beinlínis búnaður sem er til samfössunar. Því að við fössum ekki netið inn á. Þetta hérna ekki með í þessari spurningu, má ekki vera með. Síðan hvert er hlutverk rófans S14? Þetta var endurskipunarhnappur fyrir rafa 2. Þannig að við höfum búin að svara þessari spurningu sem stáður fyrir rafa 1. Og þetta er sami endurskipunarhnappur til þess að setja afrófa fyrir rafa 2 aftur í 0 stöðu ef eitthvað hefur slegið hann út, þannig að það er í trippstöðu. Og síðan hér í 13 teljum upp þá hluti sem tilheyrir landtengibúnaðinum og í rauninni þá eftir þessi mælir sem að sýnir fasaröðina. Getum sagt hérna volt og ampersnara, fasavíxlari, já. Já, við getum sagt hérna eftir fasavíxlara, fasaraðarsjá, sjá fasaröðina. Á þessi sem við tók út hérna, hann er í rauninni tilheyrir landtengibúnaðinn, ekki samfössunum. Og svo sem sagt þannig að það er þessi mælir hérna. Þetta er fasaröður sem við sjáum hérna, hvort hann sé rétt, snýst í rétt átt, hvort sé rétt fasaröð. Og hérna er líka þessi spóla og seluspóla K31 til að taka aflið út meðan landtengingin er inni. Við erum með landtengingarofan, við erum með sem sagt á fasavíxlaran hérna, Q31, er þess
þarf að víxla fösum þess að það sé rétt fasaröð fyrir skipið frá landi. Og hérna er sem sagt spennumælir fyrir landtenginguna, þegar spennuna frá landi, hvort að hún er rétt á eftiröðinu á spennunum og hvort að allir fasarnir séu örugglega inni. Og síðan er hérna straummælir og straumsnari fyrir strauminn frá landi. Svo erum við náttúrulega hérna með ljós til að sýnast hvort að landtengingin er inni eða úti og undirspennusspólan úr landtengingarofanum Q3. Og straumspennarnir fyrir landtenginguna. Þá ætti það að vera allt saman upptalið hérna í þessu. Landtenging búnaði. Já, það eru gömljósin, spennumælir og straummælir og straumsnari og spennusnari, fasavíxlarinn aflan Q31, eða fasavíxlarinn Q31. Það myndi segja það fasavíxlarinn Q31. Fasaraðar sjáin, straum- og spennumælarjá, rafleiðing K31, aflan Q3, hann er með skafnefns og yfirásar og landtengispenniðinn. Já, það held ég við séum bara að telja það allt saman upp og það eigum við mikið eftir, þetta er mjög mikið eftir, það er næst alltaf síðan. Á teikningu 16.6, þar eru við tvær lokaðsnertur, Q1 og Q2, í hvaða rofum eru þessar snertur og hvert er hlutverk þeirra. Og þessar snertur eru úr rofum fyrir rafana og þær eru þarna til að tryggja það að sé ekki hægt að setja landtenginguna inn fyrir en að báðir rofarnir og raflagnir eru aftengdir safntengdum. Það segir hérna þessar snertur í aflóðum það er sjálf til þess að það sé ekki hægt að setja landtenginguna inn ef annar eða báðir raflagnir eru tengdir inn á nett, inn á safntengdum. Já, einn eða fleiri, það getur verið fleiri rafalegt heldur en í svona kerfum, það getur verið 3 eða fleiri rafalar, þannig að einn eða fleiri getur hérna líka staðið, en við erum bara með 2. Þá getur hérna verið sagt líka ef annar eða báðir rafalarnir eru tengdir. Og síðan hér í 15, landtengingabúnaðinum, þá er 2 hliðtengdir og Q32 og þetta er fasavíxlarinn. Ef að fasaröðin er ekki rétt inn á skipið, sem við sjáum með fasaraðar sjálfi, að þá getum við víxlað fösum með rofa Q31. Fasavíxlari, ok. Og þá er það 16. Hvað gefur gömljósið H13 til kynna þegar það lýsir? Í teikningu 6.5 og 16.6. H13. H13 er hérna. Skulum sjá. Það segir hér, gefur til kynna hvort, það er svona hérna í þetta, að gefur til kynna hvort afrofi landtengingar Q3 er úti því snertan er normally closed og lýsir því ef að rofin er sem sagt úti. Þegar snertan er úti, sem sagt þá tengir snertan, normally closed snertan, og þá er ljósið sem sýnir að
landtengingin úti. Það ætti að vera þannig, samkvæmt lindinni. Þetta normal close snerta og ef að Q31 úti, þá hún tengd. En þessi ótengd. Allt í lagi og þá skulum við skoða næstu spurningu. Hvert hlutverk spólana sem þetta vinna inn á teikningunum og hvað staðsettar í búnaðinum? Þetta sem sagt merkt tákn fyrir undirspennu spólum. Og hlutverk undirspennu spólana það að leysa út aflrófa. Ef það þarf að leysa út á einhverjum ástæðum. Við getum líka bara ýtt á stopprófa, þá fer straumur af undirspennu spólunni. Og það getur líka verið einhverjar aðrar ástæður. Ef að sem sagt einhver varnarbúnaður eða yfirráðsvörnin í varnarbúnaðinum tekur strauminn af undirspennuspólunni eða bara þegar spennan lækkar það mikið niður en þetta gerist við tiltölulega lága spennu að undirspennuspólun fer út. Ef við tökum ekki rafalrófan út og við lækkum bara spennuna niður eða við erum bara með að við erum að drepa vélinni eða eitthvað slíkt að þá fer rafalrófin út á endanum. Ef við erum ekkert að ýta á stopp eða neitt svoleiðis þá fer rafalrófin út þegar spennan orðin of lág. En þetta gerist ekki fyrir við undir 100 voltum eitthvað svoleiðis. Við getum skoðað það betur ef áhugi á því. Þetta mjög lág spenna sem þegar að undirspennuspólan virkar. Þannig að það ekki hætt við því að rafalrófin fara út við einhverja smá spennusveiflur. Það er ekki að gerast. Og hvar eru undirspennuspólurnar staðsettar? Það eru staðsettar inni í vélræna hluta aflrófans. Við sjáum það til dæmis á teikningunni Hér aflrófin og þetta inni í vélræna hlutanum sem undirspennuspólan tengt. Þannig að það spóla þarna, hún fær spennu og þá dregur hún til járnkjarna og þar með gefur heimild til að setja aflrófan inn. Það frumskilja sér spenna á undirspennuspólunni svo að rófin geti verið inni og haldist inn. Ef að spennan fer af undirspennuspólunni, þá fer rófin út og þá í trippstöðu. Og þá þurfum við að ýta á endurskipunarhnappinn til þess að rófin fari í núllstöðu og svo þurfum við að ræsa með S7 til að fara inn. Ok, og það voru fleiri spurningar 18. Hvers konar varnarbúnaður staðsettur í aflrófum Q4 til Q11 á teikningu 16.7 og þetta sjáum við þetta bara við 16.7, þetta var 16.8, 16.7 hérna. Hér í þessum aflrófum sjáum við hér erum við með skammhlaups og yfirávaxtvörn. Það þessi ör sýnir það að þetta skammhlaupsvörn. Og þessi lína með svona kassa það yfirávaxtvörnin. Þetta yfirstraums- og skammhlaupsvörnir í öllum aflrófum. Ok. Síðan í 19, hvað þýðir merkingin tvisvar sinnum
tvö stykki af sviganum, þrisvar sinnum 10 kvadrat eða 10 millimetrar í öðru viti, sem eru staðsett á línu frá afrófum Q10 á tengu 16.7. Þetta þýðir að þetta eru tveir kaflar. Þetta er nú líklega ekki rétt hérna. T kvadrat. Já, 10 kvadrat er hérna. Jú, þetta er 10 kvadrat. Já. Þetta er þriggja-fasa. Þetta þýðir að þetta eru 3 fasar, það er 3 sinnum. Hver fasi er með 2 10 kvadrat liðum. Það vantar hérna í öðru viti. Svona. Það er svo að 2 hérna fyrir framan að það er með 2 10 kvadrat liðum. Þriggja fasa. Og þá hérna, við sjáum þessa merkingu hérna. Hérna, sem það er þetta. Og þetta er í 16.7. Og líklega er þetta farið, þetta er dottið út af, nei, þetta er hérna. Hérna höfum við þetta. Þetta er sem sagt, hérna er þrisvar, þetta er þriggja fasa. Og það eru 2 leiðar á hverjum fasa. Hérna stendur það. Ok. Þetta er mikið afl sem að þessi þurfa að flytja og þess vegna þarf að hafa tvö sett af köflum. Og það er þessi 2 hérna fyrir framan sem merkir það. Nú, næsta. Það tilgang hefur strikalínufasinn á teikningu. Þetta er afmörkun á aðaltöflu rafans. Þannig að aðaltöflan er þá hérna með öllum afrófunum, en svo er og landtengispennunum og rafalarófunum og landtengirófunum hérna. Og það sem er utan er náttúrulega þá álagið og rafalarnir sjálfir eru fyrir utan töfluna. Það er en brotlínan sýnir það sem er inn í aðtöflunni. Ok. Síðan höfum við hérna næst hvers vegna eru undirspennusspólur staðsettar í afturrófum fyrir álagið á teikningunum. Og ef að spennan fer af, þá verða álagið líka að fara út. Þá er allt aflið að fara út. Og ef það þarf að skella inn aftur rafala fljótt, þá má ekki vera til staðar svo mikið álag. Þannig að rafalan bara koðni niður strax. Ef allir rofin væru til dæmis inni, þá gætum við aldrei komið. Það eru svo mikið kannski ræsiströmmur. Eða bara alltaf mikið álag á rafalan í byrjun. Það er í rauninni einfaldlega praktískar ástæður fyrir þessu. Við setjum yfirleitt afrófana inn þegar það er lítið álag eða ekkert svona stórt álag inn. Og hvaða hlutverk gegnir rafleiðin K31? Hann náttúrulega tryggir það að þegar að landtengingin kemur inn, að það sé ekkert
stórt álag sem að tengist landtengingunni. Það þetta hérna samt kannski ekki alveg, hann sér það. Jú, hann sér þar, þetta reyndar líka rétt, að það sé ekki hægt að setja rafmagn inn. Þetta áður ekki verið hérna. Hann sér það að ekki sé hægt að setja rafalana inn ef landtengingin tengd inn á safnherna. Þetta sjáum við, ef að K31 inni, þá sjáum við að það snerta hérna, hérna K31, það snerta hérna inn á Q1 að K31 þegar landtengingin inni, þá rýfur það þess að snertu hérna 51-52. Þannig við erum ekki með neitt straum hérna fyrir stýrirásina í afróa. Bæði Q1, líka hérna Q2, hérna K31 líka, tekur straumin hérna af. Þannig að Q2-rófin kemst heldur ekki inn. Og líka allir rófarnir hérna. K31 hér og allar undirspennusbólurnar eru án spennu. Engin spenna hérna. Af því að K31 inni, þegar landtengingin inni. Þannig að þá þetta alveg rétt að hann sér það að ekki sé hægt að setja rafalana inn ef landtengingin tengd inn á safnherna. Og þetta var síðasta spurningin í þessu verkefni. Sigurður, geturðu syngt mér spurningar 9, 10 og 11? Já, hérna. Ok. Takk. Ég held að ég taki það bara úr gangi upptökuna og ef það eitthvað sem ótengt þessu, nema sé einhverjar spurningar aðrar, þá sýnt ykkur það sem að þið hafið misst af eða eitthvað slíkt, svo við höfum ekki upptökuna mikið lengri, því ég búinn að fara yfir allt þetta verkefni. Þá slekk ég bara upptökunni.